Sjáðu hagvaxtar vinkilinn alltaf á loftslagsmálum. Ég bara svo peppaður Þú ert að verða algjör loftslagskall. Ég ekki að verða, sko, ég alveg, sko, ég hef ekkert að athuga við vísindin, en ég aftur á móti sammála Alberti Jónssoni það að það eru á taflborðinu virðist vera óumflýjanleiki að alþjóðakerfi geti tekist á við þennan vanda. Við getum alveg verið að klappa okkur á bakið og minnka hagvöxt hér á landi með því að vera einhvern veginn í að skattleggja ákveðin iðnað. Lykilatriði í þessu að við erum ekki að vera að minnka. Nei, en við erum samt að horfum á þetta út frá einmitt auknum hagvexti, út frá grænum hagvexti, sko. Já, ok, þá ég er ekki jafn sannfærður og þú að við getum það, út af því að strax voru komið með skatta inn í þetta, að þá ert að fara að rýra samkeppnisgetu og líka auka kostnað á neytendur. Þannig að ég til að þú getur sagt hérna á COP að við séum með rosalega mikið af flottri orku, en aftur á móti þegar þú ert farin að skattleggja fyrirtæki og fara að gera flugfarið dýrara, farin að gera matinn dýrari út af því að þessi fyrirtæki sem eru að flytja matinn inn þurfa að borga þetta líka, að þá þetta, það vita allir hverjir að fara að borga fyrir þetta og það eru þeir sem eru að fara að greiða fyrir vöruna. Það er það sem ég hef áhyggjur af og mjög margir hafa áhyggjur af og þetta er náttúrulega miklu meira vandamál þar sem að, til dæmis eins og í Afríku, þar sem að, ég man ekki það að þeir séu að borga svona skatta en þú veist að 50% af þeirra tekjum sem fara bara í að kaupa inn í matarkörfuna, hér er það eitthvað kringum 15%, en strax aftur á móti þegar við erum farin að horfa þann veruleika að það sé að fara að hækka upp í 20%, þá er fólk allt í einu að fara að spyrja sig, herðu, af hverju erum við að borga þessa skatta og af hverju eru lífskjöfin að rýrna? Þetta er áskorun. Það gerist ekki af sjálfu sér, sko. Bara hætta með þessa skatta. Hvaða skattar eru hérna á Íslandi sem eru svona miklar? Pældir ekki í því. Ef þið myndir bara afmá titilinn skattfylkingin í einu vettvangi með því að segja bara, heyrðu, þú maður lækka skatta á þetta og getur gert það mér þess að víða. Tryggingagjaldið, út með það. Sjálfani myndi ekki einu sinni ná inn fyrir næstu kosningar, sko. Hvernig ætlar að reka velferðarþjóðfélag? Nú, bara hagræðingartillögur samfylkingarinnar. 100 milljarðar. Sko, rosalega auðvelt að segja bara ætla að skera niður, sko, en við getum ekki skorið niður mikið meira en 100 milljarða á næstu 4-5 árum án þess að fara bara að ganga mjög nærri, sko, grunnþjónustu, sko. Jú, það væri hægt að taka út þessa dellu sem er kulnun, sem allir verast vera komnir í. Þetta er orðið eitthvað tískufyrirbæri hjá hinu opinbera þar sem Eitt sem er mjög mikilvægt sem er að gera er náttúrulega áminningaskylda. Grundvallarbreyting, sko. Og kulnun. Við þurfum að bara útfasa það.